Hvammstangi miðstöð viðskipta og þjónustu í Húnaþingi vestra. Það ekkert sjálfgefið að prentsmiðja sé starfrækt á svæðinu á tímum stafrænnar tækni, en sú nú samt sem áður raunin. Húnaprent rótgróið fyrirtæki á Hvammstanga sem leggur áherslu á að veita alhliða prentþjónustu. Núverandi eigandi hefur rekið Húnaprent í nærri 2 áratugi. Já, ég átti ekki von á því ég myndi vera svona þetta lengi, en samt það þessi tími og það bara heimamönnum að þakka. Ég hef náð þessu, ég er búin að endurnýja öll tæki nema hnífinn minn og ég segi sko, heimamenn eru þeir sem halda lífinu í mér og þeir hafa verið mér rosalega tryggir og trúir. Ég jú að færast aðeins í Austur-Sýslu núna eftir að hætti í fyrra prentsmiðjan sem var þar. Jú, og svo hef ég verið að fá verkefni úr Reykjavík. Ég hef verið að prenta fyrir Ökuskólann í Mjódd og svona ýmsa aðra. Það hafa orðið miklar breytingar á þessum árum á tækninni. Tæknin í prentun orðin allt önnur. En að vísu verður offsetprentunin, hún verður áfram meðan digital prentun, hún nær ekki enn þeim gæðum sem offsetprentunin nær. En eins og digital prentar sem ég keypti fyrir 3 árum, hann að skila mjög góðu og ég get prentað þykkt í honum og ég get prentað umslög. Það sem gerir það verkum að þeir sem eru bara að prenta fyrir sig 100-200 eintök, þeir eru að gera það en áður var það ekki hægt. Þannig að þú ert þokkalega tækjalega búinn. Já, ég það á miða við mína stærð. En ég held að svona aðra prentsmiðjur þætti þetta ekki mikil tæki. En að keppa við stóran markað, það ákveðin kunst? Já, ég keppi ekki við stóran markað, en ég get tekið sér minni. En ef ég hef lent í, ég hef heil bókvarði í gegnum prentsmiðjunni á mér, en ég lét prentan annars þar, en hún var alfarið í gegnum mig að öðru leyti og stór verkefni þau hafa farið í gegnum mig, en þá ég bara með prentsmiðju sem prentar og í öllum tilfellum bara gengið frá því þegar þeir búið að prenta, sker og brýt og gera allt það. Já, þannig að þú útvistar stundum hluta verksins. Já, ég gæti ekki tekið mjög stór verkefni í gegn hjá mér, það alveg á hreinu. Og markaður hann býður ekki upp á mjög stór verkefni. Menn eru í hámark í einhverjum kannski 5-6 þúsund eintökum af einhverjum bæklingum. Þeim hef ég bara látið prenta fyrir mig sunnan og ég hef bara fengið það og ég fæ alla þá vinnu og fæ fyrir það að ná því og ég afla mig tekna með því líka, sko. En hvernig reksturinn svona yfir árið, kom einhverju toppar? Nei, það eru engir sérstakir toppar. Það kemur svona fyrir að kannski 1 mánuður ef það einhver samkomur eða einhver að vera, þá kemur kosningar. Það nú búin að vera árlega núna, en það vísi ef ég ekki fengi mikið í kringum alþingiskosningar. En kosningar, það að gefa mér auka verkefni þó nokkuð mikið og það var þó nokkuð mikið að gera hjá mér í síðustu sveitarstjórnarkosningum, bæði fyrir Austur-Sýsluna og Vestur-Sýsluna. Þannig að þú vilt kjósa sem oftast? Já. En kannski ekki kannski svona oft í sveitarstjórnum, sem betur fyrir að gera það ekki, sko. Jón segir að heimamarkaðurinn styðji vel við bakið á rekstrinum með því að láta Húnaprent prenta fyrir sig. Sveitarstjórinn segir mikilvægt að hafa prentsmiðju í héraði. Að þjónustan hún góð, með lífburð og fljótt brugðist við. Og þetta svona í samræmi við annað, það mikil og góð þjónusta, einyrkjar eða fleiri í fyrirtækjum, þannig að við erum vel sett hvað það varðar og prentsmiðja auðvitað nauðsynleg hverju bæjarfélagi þó hún sé þar ekki. Þannig að þið eru sjálfbær á mjög margan hátt? Já, ég myndi segja það, við erum það. En að vera í prentverkinu, þetta mikið nákvæmnisverk, það má ekkert út að bregða. Nei, maður þarf að vanda sig og ég hef reynt að gera það eins og ég hef getað og þess vegna það sem ég get ekki tekið sér stærri verk vegna þess að ég bara hef ekki þá kunnáttu og ekki þá nákvæmni sem þarf að hafa í því.
Þess vegna það sem ég sendi verkið frá mér stundum. En það sem að þú tekur að þér, það vel gert? Það annar að dæma. En ég vona það. Ég reyna að skilja sig eins vel frá mér og ég get.